Þá erum 12. Hlutur sem samskipti áfram. Hvernig deila nemendur skjali? Seljandi sýnir hvernig hægt að senda skjal og milli tveggja spjalda. Einnig hvernig kennari sendir eitt skjal á alla bekkin. Já, tveir nemendur að deila sín á milli. Það tækni í þessum tækjum sem heitir Wi-Fi Direct. Þá mynda 2 spjöld Wi-Fi tengingu sín á milli. Við gætum verið, þetta óháð þráðlausanetinu, við gætum verið stödd út í sveit. Tökum bara dæmi, mig vantaði einhverja bíómynd sem einhver annar hefði, þá gæti hann senda bara beint yfir Wi-Fi Direct. Þannig að Sveinn ætlar að senda mér núna einhverja mynd. Speglunum nota Wi-Fi Direct, ég að senda myndin út, þannig að ég þarf að slökkva því því ég að fá frá honum á Wi-Fi Direct. Hérna fæ ég beðni, tengist, þetta myndi sem hann sendir mér. Og þetta geta hann líka gert með myndband, Word-skjal eða hvað sem bara einhver skrá. Þetta sem sem í gegnum netið en ekki eitthvað Bluetooth? Nei, þetta notar þráðlaus og netkort í rauninu, þannig að sendingahraðin töluvert hraðari heldur en í Bluetooth. En hversu langt þetta? Ef ég að kenna kannski 8. bekk og 9. bekk fyrir stofunni hliðina, fengi ég þá öll tækni? Já, það að vísu smáháð hversu þykkir vegginir og annað slíkt en ef Wi-Fi kemst á milli þá auðveldlega innan stofunar, þannig að en ættir alveg að geta á milli veggja, sko. Og ég næði því sjálfur heima, sko, milli tækja. Þetta eins og þessu fjallum? Þetta Wi-Fi Direct? Já. Er ég komin hann inn? Já. Þá það þetta merkjan upp í horninu sem við erum búin að nota mikið ef við ætlum að senda eitthvað út úr tækinu og þá það sem kemur efst þetta Wi-Fi Direct.